Hæ og velkomin að skjánum. Sjáuð þið mig þarna úti? Ég sé ykkur ekki. Allt svo opposei. Toyota risasmár. Nei, já, þetta önnur ásatíð. Það fyrir ekki, ég held ég væri, Toyota, ég ruglaðist aðeins. Nei, sælverðið, þið á réttum link, running, gaman að sjá ykkur þó ekki. Ég með þetta rosalega flókið. Byrjum aftur. Hæ, gaman að sjá ykkur. Látum eins og það hafi ekki skeið hérna rétt á þann. Hæ. Við erum að vinna með hashtag í kvöld, eins og þið vitið. Þið erum að vinna með hashtagið. Það Ron Fjarjól 2020. Er ekki rétt hjá mér? Fjarjól 2020, jú. Ron, eins og Ronja Ræningjadóttir, eins og running, nema ekki með öi. Þetta er ekki fyrir lesblinda. Wow. Ron Fjarjól 2020. Þannig ætlaði að setja inn skemmtilega myndir. Við það líka leikur í gangi. Ég finn nánar út í það eftir, þið vitið af þessu, það svona keppni. Það jólalegasta, þú veist, allt þetta, þema, eitthvað svona. Við förum betur við það eftir. Ég sé strax, ég búinn að sjá myndir hérna og það að rúlla myndir hérna líka á skjánum í kvöld og það eru allar mjög skemmtilegar og verður örugglega bara skemmtilegri eftir sem líður á kvöldið. Ég segi svona. Ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lítið lag sem að búið að sitja efst á vinsældarlista bylgjunnar síðustu vikunar. Þetta lag sem að Íþór Ingi og Leiló flytja saman og þetta ykkur flottasti sumarsmellur síðari ára. Og Bibbi var bara að toppa mig núna rétt í þessu og það var eins gott. Ég verð ekki einn með ykkur í kvöldi, þurfum við ekki að örvænta, bara guð minn góður ég að fara að horfa á þennan hálfvita í allt kvöld. Nei, það verður hérna fullt af gestum og gestirnir verða ekki bara í ljósi eftir herma, þó að það verður vissulega líka. Við erum með stútfulla dagskrá. Þetta verður gaman. Svo hvet ykkur til þess að kommenta, vera duglega að kommenta og svona. Setja inn viðbröð, broskalla, fílukalla, grenjukalla, óskalög, óska eftirhermur. Óska gesti og ég hringi bara í Geir Ólafs ef þið viljið fá hann. Ok, byrjum á þessu. Eftir 4 daga vonir og skamir og vonbrigði kem ég aftur heim til þín, aftur norður heim til þín. Eftir 8 daga álög og ánauð ástin mín kem ég aftur heim til þín, sníaðistan ástin mín. En ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið. Ég fer svo oft af leið. En ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið. Ég fer svo oft af leið. Eftir 16 daga sorgir og sannleg vonbrigði kem ég aftur heim til þín, aftur norður heim til þín. Að dagsverkinu loknu þegar lóa klappi dvín, sný ég aftur heim til þín, sníaðistan ástin mín. En ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið. Ég fer svo oft af leið. En ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið. Ég fer svo oft af leið. Að leiðin heim til þín kem ég aftur heim til þín, aftur norður heim til þín. Að dagsverkinu loknu þegar lóa klappi dvín kem ég aftur heim til þín, í gamla húsið heim til mín. En ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið. Ég fer svo oft af leið. En ég
ég fer svo oft af leið. Ég fer svo oft af leið. Nú var að kveikna fyrst á mónitornum, Haffi minn. Það var að kveikna á honum bara núna, alveg á blasti. Takk. Ok, prófum þetta einu sinni hérna. En ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið. En ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið. Ég fer svo oft af leið og ég fer svo oft af leið. Já, mig ber svo oft af leið. Það held ég, brjáluð fagnalæti heim í stofu. Það held ég. Já, takk hérlega fyrir. Það ég átti að skila kveðju frá ykkar yfirmanni. Hann sko ætlaði að taka upp rosalega flott svona ávarp sem átti að vera núna. Og hann með alla greiningarnar eins og ég í raun og veru, ADHD og ABCD, GCD og GTRN, þú veist. Og ég með sem KFC, fullt af því. En hérna, já, ég held þessi bara fegin, eða ekki? Ekki allir bara fegnir, hann var ekki með einhverja ræðu núna, það hundlegilegt. Þannig að hérna, Bogi, Linda og Haraldur, þau biðja öll fyrir kveðjur og ekki taka neitt alvarlega sem ég segi. Ég bara svona kjáni. Mér langar til þess að því við erum í þessum gír núna, mér langar til þess að taka eitt lag með ykkur núna, bara svona til að aðeins hita upp kroppinn. Við ætlum að syngja saman heim í stofu. Þetta svona íslensk drykkjuvísa, gömul og góð. Það geta allir sungið með, það kunni allir textan. Meira að segja Raggi Bjarna kunni textan í þessu lagi og hann kunni enga texta. Þú veist, ég tók nokkuð gig með Ragga Bjarna hérna og sem voru mjög eftirminnileg. Þau voru öll einhvern veginn svona. Herru, ég finn ekki textan, ég var að leita þessu texta hérna. Herru, það eitthvað búin að rugla í möppunni, ég finn ekki textan. Þorgeir Ásvaldsson með mér, það var svo Jón Jónsson, það myndi aldrei hvað ég hét. Jón með mér, Eyþór, Ingi, var með mér. Herru, ég sé heldur ekki á hana texta, það skiptir ykkur máli sko að þið kunnið þetta betur heldur en ég. Ég er búin að syngja þetta kolvillust í 50 ára og Ingi tekið eftir því. Dásamlegur, blessuð sé minning hans. En þetta svona lag, ef þú kannt ekki textan í þessu lagi, þá bara lærir hann mjög fljótlega. Þetta svo einfalt og gott. Þetta eins og ég segi, gömul íslensk drykkjuvísa. Hljómar einhvern veginn svona. Við erum allir í góðu skapi! Ertu þú sjálfur, gerðu það sem þú vilt. Ertu þú sjálfur, ég svona eins og þú Láttu það flakka, dansaðu í vindinu. Faðmaðu heiminn og elskaðu. Ok, kom og svo, syngja með. Farðu alla leið, Om Bambalui Bababe. Farðu alla leið, allt til enda.
allan leið. Shit maður, vitið það er rosalega erfitt að standa og spila á bassatrommu á sama tíma. Þetta er rosalega svona reynir á kálfana. Ég veit verið með flotta kálfa eftir COVID. Getið ímyndað ykkur með flotta kálfa. Komandi einu sinni en syngjum þetta saman, þið kunni textan, syngjum þetta heim í stofu, hundurinn og kötturinn og allir saman og farðu alla leið. Já, það held ég. Sagði ykkur þetta væri einfaldur texti. Farðu alla leið, allt til enda, allan leið. Þetta er dálítið flott grúf. Þetta er svona bassa-grúf. Og nú treysti ég því að allir heima klappi saman höndunum, bara klapp, 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 klapp. Það er mitt og teknifólk hérna með maður sjó. Og syngjum þetta einu sinni enn, koma svo. Farðu alla leið, Bambelui Babavi. Farðu alla leið, allt til enda, allan leið. Hanji! Glæsilegt! Við klárum þetta á svona Robert Plant-stælum. Af hverju? Ég veit það ekki, bara því það er einhvern veginn kallar á það þetta riff. Brjálu fagnaðarlæti heima í stofu, maður heyra. Glæsigott. Þetta lag bara kemur mann alltaf í gírinn, ég er að segja ykkur það. Þetta er einhvern veginn, getur rifið upp hvaða fílupartí sem er maður. Sko, ég held samt, ef ég hefði verið í hljómsveit með Helga Björns á sínum tíma, ég er ekkert viss að ég hefði samþykkt það bara yfir höfuð og lagið væri tilbúið. Þú veist, ég sé alltaf fyrir mér að Helgi eða labba svona inn í stúdíóið. Hérna, þau veit. Einhverju svona pels helst, svona inn í 80s, hann var oft einhverju svona, með spreyja hárið, og svona alla þessa kippi. Ok! Hérna, ok, hei, strákar, hérna, farðu alla leið, Strákarnir í bandinu þeirra verið bara, er þetta tilbúið? Hvað meina þetta hittari? Strákarnir bara svona einhvern veginn. Þú voru að klára að semja lagið. Eða þú voru að koma með eitthvað sem rímar við leið, Helgi. Hvað rímar við leið? Farðu alla leið og svo... Helgi bara, rímar við leið. Rímar við leið. Babeluli bababey. Það rímar! Þetta er eina skýringin sem ég hef á þessum texta, í raun og veru, sko, að þið pælið í því. Reyndar þá kom vinkona mín, hún kom til mínu daginn og hún bara, Bittu, er textin svona? Já, eða ekki? Bittu, er þetta bara eitthvað bull eða? Þú voru að spyrja Helga því, ég veit ekki hvað þetta þýðir, er þetta ekki svona? Þá er ég búin að vera að syngja þetta vitlaust mjög lengi, sko. Ok, kannski ég að syngja þetta vitlaust. Hvernig syngur þú þetta?
Sko, ég held alltaf að væri, sko, farið allir leið, bara upp í rúm með pabba beint. Það getur vel verið. Þú veist, það getur vel verið, hefur einhvern tímann einhver hérna skilið eitthvað sem Helgi Björns segir á sviði. Þú veist, nei, Helgi, ok, kannski í sjónvarpinu, þá hann hérna að laga á sér hárið, klípi nefið á sér og svona, taka þetta, ok, hérna. Ég got the sexy! Eitthvað svona. En þú veist, á sviði, á böllunum, þú veist, þá skilur maður ekki neitt. Þá það bara svona, ok, eitthvað svona. Þannig að, þú veist, ég ætla bara að kenna ykkur að herma eftir Helga Björns núna. Og ætlum að prófa að syngja þennan texta með þetta í huga. Athugað hvort þetta geti ekki bara verið að þetta sé réttu texti. Af því ef við syngjum þetta eins og Helgi, þá held ég þetta muni hljóma rétt. Til þess að herma eftir Helga, þá þarf maður að hafa eitt í huga. Hann syngur aldrei alla svona sérhljóða og samhljóða. Hann syngur eiginlega bara ekki, ég veit ekki, það bara svo að syngja bara á loftinu. Hann syngur hvorki sérhljóða né samhljóða. Einhvern veginn, þetta svona einhvern veginn. Hann segir sko til þess ekki A. Farðu alla, hefur einhvern tíðan heyrt Helga segja A? Nei, hann segir E. Öllali. Og svo segir hann ekki E. Heldur le. Farðu öllali. Það málið. Höfum þetta í huga og tökum við þetta einu sinni. Sjökum á þessu. Farðu öllali. Sko, akkurat, nákvæmlega. Sko, þetta réttu texti, ég að segja ykkur það. Þetta réttu texti. Prófum þetta einu sinni enn. Farðu öllali. Allt til enda. Alla leið. Ok, koma svo allir með lokatónin. Allt til enda. Alla leið. Það held ég. Glæsilegt hjá okkur. En eins og ég sagði, ég verð ekki einn hérna í allt kvöld. Það er svo gjörsamlega stöppuð dagskrá af glæsilegum atriðum. Ég er bara spenntur að fá að kynna þetta lið. Fyrst fáum við hér stelpurnar í bergmál. Það er alltaf að koma hér og flytja fyrir okkur fyrir smá svona dónajól. Þetta er gleðileg dónajól. Það var það sem ég átti að segja, já. Þetta er svona, ég ætla ekki að útskýra þannig til nánar. Þið tjekkið á þessu. Þetta er algjör snilld. Snilld, segi ég. Það er að koma sér fyrir. Já, endilega koma ykkur fyrir. Þarna koma þær stelpurnar í dónajól. Og á meðan að þær koma sér fyrir, þá ætla ég að spila lag sem heitir Komd á svið. Nei, þær eru komnar á svið, já. Ok, ég þarf ekki að búa til eitthvað leiðilegt lag. Þær eru klárar. Gefið þeim gott klapp heim í stofu. Þetta eru stelpurnar í bergmál með dónajól. Yeah. Sæl og blessuð. Góða kvöldið. Allir saman. Við erum bergmál. Ég heiti Elísa Hildur. Og ég heiti Selma. Og við ætlum að byrja fyrsta lagið sem heitir Perfuming, sem eflaust allir þekkja, sem að fjallar jólahátíðina og það sem við erum að borða jólin og allt þetta og gera okkur svolítið bloated og við þurfum stundum að leysa vind. Og við ætlum að kenna ykkur hvernig, sérstaklega konur, geta leyst vind á sem mest svona elegant og sexy hátt. Því að bara eins og allir vita, þá mega konur ekki prumpa. Nei. Þess að ég fengi að vita það bara alla mína ævi, að ég megi ekki prumpa. En ég má perfjúma. Ylvatna. Ilmvatna. Við ylvötnum. Gjörðu svo vel. Oh baby, 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 what was the sound that I just heard? It was deep and blurry and it came in a hurry and it smelled like the turkey we had yesterday. Whoa, baby, 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 I never experienced, no, never in my life, such a horrifying but deep and shy sound
that came from your body below. It's so hard to act like a lady and be human at Christmas time. Sometimes you will have to do the one thing Santa thinks it's a lady's crime. Whatever you do, never, ever, ever pass a gas with your ass. That's not what Santa wants from you. To come out of your behind, just hold it in and let it die inside. Just hold it in and let it die inside. Oh baby, 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 I must tell you a secret. Now listen carefully. If you eat some glitter and drink a shot of perfume every day, you will never have this problem in your way. Whoa, baby, 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 your ass will be decorated with cinnamon smell. It works for me, just try it few times and you will smell just fine from your behind. It's so hard to act like a lady and be human at Christmas time. Sometimes you will have to do the one thing Santa thinks it's a lady's crime. Whatever you do, never, ever, ever pass a gas with your ass. That's not what Santa wants from you. To come out of your behind, just hold it in and let it die inside. Just hold it in and let it die inside. Die, motherfucker, die! Inside. Die inside. Takk fyrir. Ó, takk fyrir. Já, ég vona að ég get allan að tekja ykkur eitthvað úr laginu fyrir jólaháttíðirnar. Svona. Algjörlega. Já. Næst var að ástaræventýri Grýlu. Já, næsta lag er svona í rauninni jólasaga, falleg jólasaga hana Grýlu okkar. Og hún Grýla, að fá sem vita, hún hélt fram hjá Leppalúða með Kjartan og Strumpunum. Já. Og átti með honum 14. jólasveinin og lagið fjallar svolítið þetta framhjald og 14. jólasveinin og þeir fá að koma staði í þessu lagi hvað hann heitir og af hverju þið viti ekki af honum. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Yeah. Jólasveinarnir komu undir fyrir 400 árum eða svo. Það var á stjörnubjartri nóttu þegar Grýla og Leppalúði ákváðu að gera dót. Mjöður hafði verið við hönd fyrir partinn þann dag sem létti Grýlu lund og var Leppalúð í hag. 9 mánuðum síðar Grýla bölvaði þessari örlaríku nótt. Hún ólíð þennan heim 13 vitleysinga, henni var nú ekki lengur rótt. Leppalúði bar nafnið Rentu og frá honum var líklega hjálp að fá. Þótt honum hafi fundið lítið mál sínu sæði að sá.
En hvert mannsbarn þakkar fyrir ástarlót þessi og uppskeru þess ég klárlega blessi. Enda höfum við grætt af tá og fingri. Ég tala nú ekki við vorum töluvert yngri. Bræðurnir 13 gjamildir eru, en fáir vita þeir eru 14 í raun og veru. Já, þið heyrðu rétt, þetta kann að vera stór frétt. 14. jólasveinninn var í Leppa Lúðarsson, enda gafst hún upp á kauða, það ekki nema von. Hún ákvað því að kanna nýjar lendur og finna kauða sem erlendur og hitti það Kjartan sem hafði ei verið við kvenmann kendur. Grýla dró hann á tán með kvenlegum þokkar sínum og dönsuðu til láréttan vals á þessum dýrindistínum. Grýla var aftur þunguð fann hún fyrir mikilli óvon. Hún viss bær undir belti, rassasleiki Kjartansson. En hvert mannsbarn þakkar fyrir ástarlót þessi og uppskeru þess ég klárlega blessi. Enda höfum við grætt af tá og fingri. Ég tala nú ekki við vorum töluvert yngri. Bræðurnir 13 gjamildir eru, þið fáir vita þeir eru 14 í raun og veru. Já, þið heyrðu rétt, þetta kann að vera stór frétt. Rassasleikir til í raun og veru, þótt við óskum ekki eftir hans nærveru. En það svo skrítið við þessa tilveru að rassasleikir hefur þurft að lifa í einveru. Hann þyrft að finna sér kvenveru sem væri til að vera í hans samveru. Það gæti leitt til uppskeru, þau gætu búið til, þau gætu búið til. Þau gætu búið til lífveru. Með þessari samveru, það yrði jólalífvera. Í það minnsta örvera. Takk fyrir. Greinilega margir aðdáendur rassasleikis. Það eiga sér allir alltaf einhvern uppáháls jólasvein. Já. Eyþór? Já. Hvað herðu, við erum ekki bara með jólasveina, við erum líka með heilaga fæðingu og við erum svolítið að vitna í Biblíuna. Og þetta eiginlega bara svona túlkun á þessari biblíusögu hvernig Jesú var til. Akkurat. Svona að okkar mati þetta svolítið eins og sápuópera á þessum tíma sem fór allt og langt. Það sem allir að trúa á þetta. Án þess að vera með óvirðingu. Tilbúin? Já. Þetta lag Marju mey sem fæddi lítinn dreng í hey og þóttist vera saklaus hrein mey. Við skulum ræða það, þetta dæmi gengur ekki upp. Frjóvgun gerist ekki af sjálfum sér, gerist ekki af sjálfum sér. En var honum Jósef skemmt, var honum skemmt, að barnið var ei við hann kennt. Drengur fæddist jólanóttu á, hvað fannst Jósefi þá? Þegar barnið líktist ekki honum,
3 ókunnugir menn stóðu hjá, hundur, kýs og kindahjörð. Jesús kom út og sagði, verði friður á jörð, verði friður á jörð. Ræðum þessa vitringa, já þessa sérvitringa. Hver gefur barni myrru, reykelsi og gull? Það finnst okkur algjört bull sull. Hvað varð þroskaleikföng? Þessi gjöf var klárlega röng. Hún var klárlega röng. En var honum Jósef skemmt? Var honum skemmt að María lá út glett? Fæðingin gekk ekki vel, tók 36 tíma, enda mikið mál við litla Jesú að glíma. Axlabreiður og höfuðstór, tæp 20 merkur. Þessi viðburður var alveg stórmerkur. Þess vegna höldum við heilög jól, því María tryggði hól. Syngjum heimsum ból, gleðileg jól, gleðileg jól, gleðileg jól, gleðileg jól, gleðileg jól, gleðileg jól. Já. Takk fyrir. Nei, já. Já, þá ætlum við að vera með aðeins kannski meira svona, meiri stemningalög. Já. Og næsta lag heitir Askasleikir. Næsti jólasveinn. Það næsti jólasveinn. Við erum svolítið í þessum jólasveinum, sko. Já. Þetta bara nýjasta lagi okkar sem að kemur út 1. desember. Yes. Gaman að segja frá því. En Askasleikir fjalla bara svona, já, hann bara uppáhalds jólasveinin okkar svolítið. Hver fílar ekki svona jólasveina sem sleikja? Já, þetta bara svolítið sexy lag. Við skulum bara ekki segja frá því, bara syngja. Ekki? Jú. Tilbúin. Jólasveinn þrái, dýrka og dái, hann á stjái, býð ég honum heim. Við gluggann ég býð og úti hlýð, hér í Barmahlíð, hugsum stund með okkur tveir. Rétt fyrir jólin, þú kemur með tólin, ég fer í kjólin og býð eftir þér. Ég með askinn og ég sit við vaskinn, nóg til að sleikja heima hjá mér. Askasleikir hann kveikir í mér, tungan löng og þykk og hröð. Sleiki hvern krók og kima, fari til að svima. Ég þrái að vera askurinn hans. Askasleikir, askasleikir, hann í mér kveikir, í mér kveikir. Munnlegir leikir, hann kann sitt fag. Þetta jólalalag, jólalalag. Hann þarf engar hendur á mínar lendur, honum ei stendur hann sleikir minn ask. Ég matarlefa klíndi og hofi mitt sýndi, kláraði nú mitt persónulega uppvask. Ekki mjög ungur, þessi karl pungur, með librustu tungu af öllum þeim. Þessi vöðvi sterkur og andskoti merkur, en þú þjálfaður hver einasta dag. Askasleikir, hann sleikir mig alla, hann fer niður á mig og þig og þig. Askasleikir, hann sleikir líka karla, kannski sleikir hann þig og þig og þig. Askasleikir,
bíða í ár. Hó, 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 Óskarsleikir mættir á svæðið. Má ég sjá askinn þinn? Já! Takk fyrir. Thank you. Já, við ætlum að syngjum síðasta jólasveinin okkar og síðasta lagi okkar í kvöld. Og það hann uppstúur. Það til mörg lög mat, jólamat, en okkur fannst vanta lag uppstú. Og þetta svona tvírætt, annarkvort hugsar að þessi uppstúur eða brund. Já. Og við ætlum að syngja bara annarkvort í ráði hvort sé uppstúur eða brund. Það mjög sexy. Og þú litli stúfur, þú svo óttalega ljúfur, arkandi þú til að komast mér nærri. Mér fullnæri og áskæri í kvöld, jólakvöld. Þig vil ég fá að mína landar, og sitna þegar niður endar. En bara við tvö, vitum hvernig þetta endar. Á jólanótt verður uppstú heima gert. Og þá mikli stúfur, nánum uppstúfur, rómi sandum jólin. Þú getur það stúfur, komdu inn í mitt mikla kljúfur. Það vilja allir fá þig inn í sig jólin, jólin. Við viljum uppstúf. Það verða hátíðarhöld í kvöld, fólk borðar steikur víða land. En þeim vantar aðeins eitt, glóðið uppstúf menn vilja fá. Aðeins úr stúfur, getur framleitt bara smá. Til að fullnægja þörfum fólks jólin. Til að fullnægja þér og öðrum jólin. Og þú miklu stúfur, nánum uppstúfur, ómi sandum jólin, ómi sandum jólin. Þú getur það stúfur, komdu inn í mig mikla kljúfur. Það vilja allir fá þig inn í sig jólin, jólin. Við viljum uppstúf. Uppstúfur, 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 krema góðgæti sem allir virðast rá. Uppstúfur, 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 krema góðgæti sem allir virðast rá. Og þú miklu stúfur, nánum uppstúfur, ómi sandum jólin. Þú getur það stúfur, komdu inn í mitt mikla kljúfur. Það vilja allir fá þig inn í sig jólin, jólin. Við viljum uppstúf. Uppstúfur, 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 krema góðgæti sem allir virðast rá. Uppstúfur, 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 krema góðgæti sem allir virðast rá. Uppstúfur, 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 krema góðgæti sem allir virðast þrá. Takk fyrir. Takk fyrir. Herru, já, takk fyrir okkur og bara í frábær kvöld. Já. Allir saman. Bökkum við út. Já, brjálu fagnarnætti heima í stofu. Já, það gaman að fylgjast með kommentunum núna maður. Það mikið fjör heima. Hér bara nýju uppáhalds jólasveitnin hjá öllum Askarsleikir. Ég sé það. Til dæmis Erling Kristjánsson.
hann dálítið sár að hafa aldrei hitt þennan Aska Sleikir og og fleira sko. Það hér verið sko, sko Markús Auðun Viðarsson, hann í hörkugýr sko, farin að rífa kjaft og svona, búinn að drekka allt of mikið sko. Maður sjá. Ágústa, hún líka alveg teinrétt sko. Og svo verið að velta fyrir sér sko, akkur Unnur sé ekki mætt að taka sjálfu með Eyþóri. Já, það nú það. Ég held að Unnur hafi bara ekkert vita að ég yrði hérna. Hún á leiðinni núna, bara, hún að koma. En ég ætla að tala aðeins leikinn sem við erum í. Við erum nefnilega í leik. Já, það svo mikið sjónleiðis. Við erum í leik. Þetta Instagram-leikur og við ætlum að vera í þessu í allt kvöld. Þetta, þið eru búin að vera dugleg að setja inn. Þið sjáu myndirnar það eru komna myndir á skjáin, öðru hvoru megin, ég veit ekki hvoru megin, en það öðru hvoru megin komið svona, farið að slæta svona myndasjó sem að þið eruð að hanna. Þið eruð að taka þessa myndir. Þetta eru skemmtilega myndir. Það gaman að sjá fólk heima leggja metnað í þessa keppni. Ég ætla að fara aðeins yfir hvernig þið getið unnið til verðlauna. Það eru nefnilega vinningar í boði. Já. Vegleg gjafabréf í boði. Förum nánar út í það á eftir. En þið takið þátt í leiknum með að hashtag rönnfjar... Nei, hvað var það? Veitir nú við. Hvað var það? Já, rönnfjarjól. Það gott að hafa þessa menn með mér ég sé ekki einn í ADHD-kasti. Rönnfjarjól 2020 hashtagið sem við erum að vinna með. Og þar getið þið sett inn myndir og við erum að keppa í jólalegasta fatnaðinum. Jólalegasti fatnaðurinn. Það hægt að vinna vinning fyrir það. Svo hægt að vinna verðlaun líka fyrir jólalegasta umhverfið. Þú veist, bara notiði hugmyndaflugið svolítið. Og svo fyndnasta jólaskrautið. Ég get alltaf sagt þetta. Þetta var svo fyndið strax. Fyndnasta jólaskrautið. Þið verðið að fara að grafa í skúffunum núna og koma með eitthvað skemmtilegt. Þetta og það eru veglegi vinningar í boði. Trúið mér, flott gjafabréf úr Egilshöll og já, áður en við fáum næsta gest, og þetta mér í hug með langar til það, því ég sitt það hér píanó, bara alveg óvart, bara, það píanó á ekki að spila eitthvað, á ekki að spila á það. Þetta bara tilviljun, nei, ég meina, ég þarf ekkert að spila á það, þið eru bara alltaf að suða í mér. Hörðu, hvað spila eitt lag? Þetta lag úr samnefndri kvikmynd, þetta titillag í samnefndri kvikmynd, 80s bíómynd sem fóru oft í bíó til þess að sjá þessa mynd. I'd never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. Only wanted one time to see you laughing. Only wanted to see you laughing in the purple rain. Purple rain, sing it man, purple rain. Purple rain, yeah. Purple rain, purple rain. Only wanna see you underneath the purple rain. I never wanna be your weekend lover. Only wanna be some kind of friend. Baby, I can never steal you from another. Such a shame, it's such a shame. My friends in here to one. Take a man, hey, my purple rain, purple rain. Purple rain, yeah.
Purple rain, purple rain. Only wanna see you underneath the purple rain. Only wanna see you laughing. Only wanna see you underneath the bed. Yeah. The purple rain. Rosalega yfirdrifin endir. Held ég brjálu fagnarætti heima hérna núna. Woohoo! Gekkja að segja woohoo í delay líka svona, það flott. Heyrist þetta í útsendingu? Ó, það farið, ok. Það fyrir sett þetta aftur á, smástund. Má heyra. Halló? Halló? Hæ? Hæ? Hvað segirðu? Hvað segirðu? Gott. Gott. Ok, búið. Við erum með frábæran gest næst. Einn af mínum uppáhalds. Þetta engin annar en Björgvin. Fann ekki langt því rétt á eftir Björgvin Frans. Já, þetta ekki Björgvin Halldórsson. Já, ok, já. Nei, þetta samt minn uppáhalds. Ég bara að grínast, hann veit ég að grínast. Þetta Björgvin Frans, eitt skemmtilegasti maður landsins, leikari, söngvari, eftirherma, hann getur allt, hann allt, hver á hann, hvaðan kom hann? Björgvin Frans, þetta ekki svolítið dramatískt hjá mér, Björgvin? Ok, ég ætla að halda áfram Björgvin Frans. Hann komin hérna, hann hérna núna, hann nýkomin með þyrlupróf. Hann komin til þess að lesa upp úr glænri bók sem ég hlakka til að lesa sjálfur, prívat og persónulega, eftir Gísla Rúnar, pappans. Ég bjóði hann velkominn á svið Björgvin Frans! Jesus Christ. Ég get þetta ekki, takk ég alveg þakka þér fyrir. Ég ætla að fá alltaf til að kynna mynd, ægislegt. Gaman, takk fyrir, gaman að vera komin hingað, takk fyrir, það að klappa, ég sé það ekki alveg, já, ok, hann Halli, blessaður, svo skríti, ég sé bara í hann, svona fyrirlegt, maður sjá ekki hérna, gaman að vera komin hingað, ég, eins og Eyþór sagði þá, áskotnast mér svo heiður að fá að lesa hérna nokkra velvaldar limrur, hér á þessari fjarjólagleði, við náttúrulega þurfum svolítið að sætt okkur við nýjan veruleika, alveg gjörbreyttar aðstæður. Ég sé ykkur ekki einu sinni.
sem kannski bara gott, bara mun eftir ykkur eins og þau voruð fyrir COVID. En ég mun held ég samt alltaf minnast þessara tíma, þú veist, þegar maður gætt vippa sér fram úr 5 mínútur fyrir fund, klætt sig ofan en verið bera neðan. Þú veist, og ekki fara eitthvað að kommentara, skilur. Þetta ekkert pervert hjá mér að ég kjósi að vera að bera neðan á fjarfundum. Það er bara þægilega. Já, upp með kamera, takk. Ok, en nú fyrir ykkur sem var svona aðeins eldri eru þá kannski ég þekktastur fyrir að hafa leikið mitt aldraðan daglega söngvara í söngnum Elli með hangandi hendi. Og en þeir sem eru náttúrulega yngri, þið muni kannski meira eftir mér svona barnatímanum og sem Benedikt Bólfur. Þannig ég höfða svona mest í krakka og eldri borgara. Ég er svona spaukstofan og stundin okkar í sama manninum. Ég er í rauninni allt sem konur þrá. Þannig að ef konan er yfir 60 að passa barnabandið sitt. En sko fólk, og ég fæ mjög oft út af þessu bara, Björgvin, býr ekki bara innan með svona gömul sál? Ég segi alltaf nei, ég held að innan með mig búið bara svona gömul kona. Gömul, vingjalli, ofsalega hress kona. Og ég alveg líkamsrækti minn, hún sýnir þetta. Ég þoli ekki að lyfta lóðum. En alltaf þegar ekki COVID, þá ég í jóga 4 sinnum í viku. Þú veist, þið vitið alltaf þessi eini skrýtni kall með öllum konunum í tíma. Já, ég. En sko, það sem ég finnst virkilega skemmtilegt, það að mæta í Zumba með 60 ára kynsystrum mínum. Þú veist, það bara eitthvað, þetta svo mikið stemning, bara Jói dans eitthvað upp á sviði við eitthvað í leggings bara, þú veist. Þetta bara svo geðveikt í alveg. Það bara fátt meira valdeflandi en að bara stíga upp á stokk með bara hóp af konum, hrista með aðeimindnar og æpa eitthvað svona aflada! Þetta geðveikt. Og þetta svo geggjað því að kallmönnum stendur engin ógn af mér. Þetta svo geggjað, þú veist, ég get búin að vera kannski einn heima með konunum ykkar í marga klukkutíma og þú veist, og það myndi enginn, búin að fara í pottin og allt, enginn myndi trúa að nokkuð myndi gera sem milli okkar. Og svo ykkur spyrða, finnst ekki skrítið að Björgvin Franz eitthvað einn heim með koninu, þau eitthvað ber og sveitt á sloppnum. Bara nei, blessa, þeir eru bara eitthvað, drekka hvítvin og hlusta á Ragnheiði Gröndal. Og það besta að það eru eitthvað satt. Sem betur fyrir eiginkonu mín fullkomlega sátt við að vera giftur þessari miðaldra konu. En ég nú hingað komin, eins og þú sagði, ég ætlaði nú að velja hérna svona nokkrar vel valdar limrur í svona, ég reyndi að finna svona hentuðu tilefninu. Sko, við verðum í 7 tíma, þessi svolítið löng. En pappi alltaf hættum maður ekki nóg, sko. En ég ákvað að byrja sjálfsögðu á, þú veist, því við erum alltaf öll búin að fara, þú veist, í 18 COVID-test og mista okkur einu sinni í sóttkví og það alveg svakalegt ástand. Þannig að fyrsta limran heitir auðvitað læknisskoðun í fyrsta skipti. Í boði Gísla Rúnars. Farðu úr öllu upplokksstundan. Það illa brá mér, nei, fjárinn mundan. Sko, heyrðu minn kæri, en hvernig væri að bjóða mér út að borða á undan? Og svo, að því við erum á svona heilsufarsnótum, þessi skemmti líka, þetta mann grísk-ameríska leikara Elia Kazan. Og hann var nú ekki með COVID, en hann var með eitthvað annað vandamál Þessi limra heitir Skæðadrífa Undesirable, undirteksti. Exemis áburð úr glasan, á sig bar Elia Kazan. Hans húðmein hreistur og vandinn óleystur, því enn bogar á honum flasan. Nú, við Íslendingar, við náttúrulega erum búin að taka upp í alla mögulega og ómögulega ósið eftir Bandaríkjamönnum. Og nýjast náttúrulega Thanksgiving og allir að fagna því í gær. Þannig að hér með eitthvað sem heitir limru pate, en limra sjálf heitir Thanksgiving and Taking. Krúttlegan ólíu upp kátan, kalkún á lífrænan mátan, við aðstæður blíðar, en árinu síðar, ég auðvitað skauta nú átan. Nú, ég veit að við erum öll, sko, nú veit ég ekki alveg hvernig þið fengu jólamatinn sendan, ég veit ekki hvort það kom á svona, þú veist, svona sjúkrahúsbakka með bara svona einu djúsglasi, þú veist, ég veit ekki hvernig þetta gert, þú veist, í svona fjarjólagleði, en við erum öll farin að þrá að bara komast í almennilegt jólahlaðborð. Og hér kemur einmitt, hún með yfirskriftin Hótel Saga,
og limran heitir Jóni þjónað til borðs. Á sögu þeir sóttu mér þjón, sagði með kynlegum tón. Viltu heita gæs? Vil ég heita gæs? Nei, ég vil heita áfram Jón. Nú, svo veitum náttúrulega þegar við erum öll í þessari fjarvinnu og náttúrulega við erum alltaf fyrir fram að tölvunni. Við erum að reyna að skemmta okkur, við erum samt fyrir fram að tölvuna. Það er eina sem við gerum, við erum alltaf fyrir fram að helvits tölvuna. Og þá náttúrulega missum við okkur á YouTube og svona. Þannig að hér er ein sem heitir YouTube ríður röftum. Þetta er nokkað fyrir stelpun, það er gaman að þessu. Dóna Jólin. Hann er svona pínu Dóna. This video is no longer available, er undirtextin. Fátt tekur örari framförum í fjölbreytileika nú hamförum, flýgur YouTube, filma 3djúp, kafarateymi í tímaþröng. Sorry about that. Það stendur í alvörinu, sorry about that. Nú, ég veit að í þessari fjárvinnu finnst mörgum ógeðslega þægilegt bara gera ekki raskat, sko. Hér kemur einmitt og fá samt borgað, ógeðslega þægilegt. Óæðri menntun borga sig, búin að koma þessu vofi fyrir Í gagnsleysi gegnum sneitt, ég gagnfræða próf hefði þreytt, ég er ósvikinn frímann, tek 5 kall á tíman fyrir að gera ekki neitt. En heyrðu, svo er hér sérstök limra, Vigni. Hann hefur gaman að þessu, og pabbi lagði mikið upp á góðu rými, þannig að hér kemur ein sem heitir erlendir vextir á rýmkostnaði. Hann Fons átti lengi vel Fiat á fólksbíl af gerðinni Citroën. Annar var hybrid og hinn svo sem líka sem raunar var uppgerður Runo. Stórkostli. Og svo, heyrðu, en svo síðasta limrana, því að það eru allir kannski verður að kvíða svolítið hvernig þessi COVID jól og áramót verða. Svona voru þau allavega leyst á mínu heimili. Þetta er sett sannsöguleg limra, ég ætla ekki að nefna henni nöfn. En þessi limra heitir Áramóta Ölfun, bíðirinn að sviga, en þetta er bara Áramóta Ölfun. Heima við. Og maður verður að lesa hana svona. Á gamlárskvöld gleymdi hún súpunni. Á grillinu, enda á kúpunni. Þá flugelda pakka með flatköku og bakka, hún færði og skaut svo upp rjúpunni. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Halli rólegur, Halli. Jú, þetta er hann næstur. Heyrðu, ok. Nú, mér finnst nú eiginlega ekki annað hægt, veist, fyrst ég að minnast eins meistara sem að fjall á þessu ári, þá verður nú eiginlega minnast hins sem að fjall líka á þessu ári. Ragnar Bjarnason, hann Eyþór var einmitt að byrja heiðran og nú ætla ég að klára það fyrir hann. Það var svo gaman ég náttúrulega fekk að leika hann 220 sinnum í söngleiknum Væli og hann sagði alltaf, hann byrja alltaf að kynna mig og segja, já, ég komið að manninu sem leikur mig betur en ég. Svo kynnta mig hinn. Þannig að nú ekki, þú veist, enga helvítis leti, nú standið upp og við syngjum saman. Fáum fyrsta lagið. Það er einhvern veginn svona. Það er auðvitað komdu í kvöld á Zoom-fund til mín. Og það er einhvern veginn svona. Komdu í kvöld út í kofan til mín. Þegar sólin sest og mánin skín. Já, komdu ég reyn í að kvöldið er hljóm og blómið er svo sætt og rótt. Við skulum vera hér heima og vaka og dreyma. Vefur nóttin örmum hlýð og dælja. Komdu í kvöld inn á Zoom-fund til mín. Þegar sólin er sest og mánin skín. Jæja, heyrðu, nú kemur smá sóló og þá vil ég standa ykkur. Halli, enga leti, startu upp. Jésu, og Gugga mín hæðiskan gaman að segja. Og nú skulum við bara tvista öllítið svona. Og ef þið veistu, ég vona fjölskylda kom ekki að ykkur fyrir fram að tölvuna. Heldur okkur séu geðvig. En svo bara klappið þið með og svo verður þið að syngja svona með restina af laginu svona, tvista svona eða bara taka ragga á þetta, hann bara svona, hreyður þessu ekki mikið og segja við skulum vera
vera hér heima og vaka og dreyma. Vefur nóttin örmum hlýð og dagja. Komdu í kvöld út í kofan til mín. Þegar sólin sest og mánin skín. Þegar sólin sest og mánin skín. Zá. Takk fyrir því, svo þetta setja. Takk fyrir, wú! Nákvæmlega, heyrðu. Og svo, mér var svo gott, það var Eyþór var komið inn á hana brandara sem að Raggi sagði alltaf. 220 skipti, sko bara á Ellie-sýningunum. Mér varst hann alltaf fyndir og allir hlóð, þá var alltaf þetta. Jæja, nú verður þeir syngja við næsta lagi og ef þið kunnið ekki textana, þá kann ég ráða við því. Þið bara hreyfið varirnar og mömbluðu ykkur vitlis íbúin að gera 50 ára engið þykir því. Og þá er það þetta. Og nú verður það standa upp, þú veist, það bara enga refjar. Verð ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Lagleg mig, mér líður á. Ég get ekki bara hana alveg niður í tá. Og ef ég verði einni skotin ég aldrei þora að segja nokkuð en Linda Ósk ég ætla að segja þér að þú viljið reyna að kenna mér. Ég verð að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt. Og nú tekur Eyþór sóló. Jöfnveld hann alltaf góður á píanóið maður. Og þá bara koma svo og hann fjárstýrir þessu, þetta alveg ótrúlega. Heyrðu, og nú það klappir svolítið með og svo. Og tvista, koma svo, má ég sjá. Halli, koma svo. Djöð, hann áttur að hefna sig svo illa á mig. Shit, ég hef búin að... Þetta voru einu nöfni sem ég fekk, sko. Já, og svo. Og núna verðið að standa upp og syngja með. Mér alveg saman hvað fjölskyldunum við. Lokiðu bara og farið svo sem ekki að vera með þessu ferdi. Og svo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ég að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Ef lagleg mig, mér líður á. Ég get ekki bara hana alveg niður í tá. Og ef ég verði einn skotin ég aldrei þora að segja nokkuð en Linda Ósk ég ætla að segja þér að þú viljið reyna að kenna mér. Ég verð ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Zararam, ef þú meinar ekki neitt með því. Zararam, ef þú meinar ekki neitt með því. Ef þú meinar ekki neitt með því. Já. Takk fyrir kærlega, virkilega gaman að vera hérna með ykkur. Klappinu svolítið almennilega, wú! Gaman, Eyþór Ingi og meira gúmmulað eftir þetta. Þetta verður bara fjör. Það held ég brjáluð fagnaðarlæti heima í stofu. Björgvin Frans. Hildislegur. Þá hérna, sko, núna nefnilega, það er tvennt sem ég vil koma á framfæri. Sko, við þurfum að vera duglegri að kommenta inn á YouTube. Svona, það er bara gaman að því. Bara fleiri, ég vil fá fleiri til þess að skrifa. Við þurftum helst að veita ykkur velun fyrir það að vera duglegur að skrifa eða eitthvað. Hérna. En það er ennþá, við erum ennþá að velja, það eru komnir nokkrir í pottin hérna í leiknum okkar. Það er að segja hashtag leiknum, Instagram leiknum. Og hérna, við ætlum að draga úr því á eftir. En fyrst þá langar mig til þess að spila fyrir ykkur lítið lag. Og það væri nú alveg gaman ef að einhver myndi nú rífa sig upp úr sófanum núna og til dæmis skrifa bara í komment hérna á YouTube bara eitthvað hérna óskalag, óska eftirhermu, jafnvel, bara, þú veist, það væri til dæmis mjög skemmtilegt, fá eitthvað svoleiðis hérna. Það sjá, sko, hérna til dæmis, sko, Eik, hún skrifa Dalvíkingurinn, já, Dalvíkingurinn. Já, ég er Dalvíkingur, hei, lill daufi, hei, slaki Dalvíkingurinn, hei,
var ég smátt búin að, þetta dalvíska, sko. Já, á Dalvík þá tala menn svona tungumál, það allt í öfumælum, sko. Þú veist, ef einhver var ógeðslega flottur, þá var hann ljóti gæinn, maður. Þetta svona gaman að þessu. Hérna skrifar, sko, núna sko Jóna Sveinberg, hún komin hérna. Mætti ég fá Kristján Jóhansson, Eyþór Ingi? Já. Ja, Kristján, það verður engin fjarfundur nema að Kristján Jóhansson komin. Allar stelpunar var á rauður og bombunum, alveg leið, Ítalíán og með svo fort, þið gaman að sjá ykkur elskunar. Sko, Kristján, ég hitti hann daginn. Hann miklu ýktari heldur en ég hermi eftir honum. Ég að segja ykkur það. Þú veist, ég hitti, þetta var enda fyrir COVID. Ok, höfum þá á hreinu. Ég hitt hann og hann bara, nei, komdu sæll að blessaður. Og hann svoleiðis fauk að mér hárkollan bara. Hann bara, er þetta Magni? Ég held að vera Eyþór Ingi fyrir Svo stendur hann og segir, veistu það, Eyþór minn, þú ert alveg fenomenale. Ég sagði bara með mig, wow. Svo tók hann svona utan af mig og kyssti mig á sikkura kyrna. Og klappaði mig svona eins og okkur mafíufóringi. Mér fannst ég bara skulda honum pening. Mér leið bara sem ég var að koma frá tannlækni eða eitthvað. En ég fór að pæla, þú veist, ætli þessi gæi slappi aldrei af. Slaki aldrei á þessum tenorsstælum. Hann ekkert einn þetta. Það eru allir tenorar á Íslandi. Þeir eru með þetta vandamál. Þeir eru allir svona æðislega ítalskir og allir að drepast í hnénu. Það hef ekki tekið eftir. Það eru allir tenorar á Íslandi. Þeir eru að drepast í hnénu. Það kemur alltaf svona Þetta bara ákall á lækni. Þið veitir, svona halló. Þetta kemur oft í lokin á háum tónum. Þú veist, þá kemur svona Það kemur svona Þú veist, þetta líka í byrjunum svona sóli mí og svona. En ég sá fyrir mér, þú veist, ætli þessi gæi komi bara heim til sín. Bara opni hurðina og bara ásti mín, ég er komin heim í Ítalíán og gaman að sjá þig. Og bara sé bara endalaust í þessum gír. Réttu mér hrásalatið. Eitthvað svona, þú veist, hjálpaði mér í sokkana. Þú veist, bara sé bara alltaf í óperu. Sokkana! Ég veit það ekki. Allavega, þessi gæi, hann svo geggjað. Ég nefnilega komst að því daginn að hann menntaður vélvirki. Hversu geggjað það? Þú veist, ef hann hefði ekki farið út og meikað það sem þessi stór tenor sem hann þannig að farið á skala og allt þetta. Þú veist, ef hann hefði bara verið heima á Akureyri segi ég, verið þar bara á verkstæði, verið bara, og koma bakka bíl, stopp! Þetta Nissan. Þetta Nissan, það uppáhaldsbíllinn minn, það Nissan. Nissan Dorma. Nissan, svo hefði bara sungið bara 8 mínútna aríu bara. Það meina bara, já, ég ætla bara, bíða bara. Það hefur geggjað. Þú veist, eða bara, veistu það, hérna, ég sé strax hvað á honum, þetta drusla. Þetta er ekki góður í punktnum annars. Nei, ég segi svona, elsku drengurinn, hérna, ég sé strax hvað á honum. Það er blöndungurinn sem farinn. Það er blöndungurinn, það er Carbonatore. Nei, ég veit ekki. Kannski hann bara, þú veist, þegar hann kemur heim til sín. Þá kannski hann bara, þú veist, hann hitti kannski einhverja krakka út á götu, svona að labba inn og bara, þetta ekki Kristján Jóhansson? Já, komið sæl og svo bara, djöfellir hún þreyttur á þessum karakter, maður. Ég nenni ekki elda neitt. Þannig ég ætla að hringja bara á panta pítsu. Já, halló. Já, það er Dominos, hvað má bjóða þér? Ég ætla að fá pítsu bara. Já, með hverju? Skinku. Ananas. Og pepperoni. Það bara missi hann að segja aftur. Nei, ok, ég er að taka þetta rosalega langt. Þetta er bara klukkutíma sjó, bara Kristján Jóhansson. Má ég sjá, ok, það er fullt af kommentum núna. Núna eru menn að kveikja í sér. Menn eru það er íkveikju hætta á YouTube. Það er Bohemian Rhapsody, segir Sigursteinn. Og hérna, allir snillingar að norðan, segir Eik Gísladóttir. Hei, litla Dorian, segir Arndís Sif. Hún kann greinilega dalvísku. Litla Dorian, sko, Doria, það þýðir æðisleg gælla, sko. Og mér sýnist
sko á myndinni hérna, Arndís vera, hei, litla Dorian, daufa, hei, ljóta gellan. Herru, allavega, spilum eitt lag. Er nokkuð búin að tala lengi? Nei, ok. Ok þá, ég ætla að spila eitt lag. Og ég veit að ég ætla að prófa bara að hérna. Ég ætla að prófa bara að sitja. Prófa að sitja bara með gítarinn. Það byrjaði ekki vel hjá mér. En það var nú ekki neinum að öðrum að kenna en mér sjálfum. Maður tekur ekki segist ekki ætla að spila á gítar og leggur og svo bara ofan á hátalarann. Maður sé fáiði sem ég svo sem. Mér langar ofboðslega mikið til að spila fyrir ykkur lag. Mér langar svo mikið, ég kemst ekki úr Páll Óskari. Mér langar svo mikið til að spila fyrir ykkur lag sem er eftir Hafnfirskjuhljómsveit Djepla Djó. Ef ekki til í Djepla Djó? Þú veist, eða ekki? Er einhver að fara að mótmæla því? Eða ekki? Já, við erum hér með kolvillist lag hérna uppi, sko. Ég er bara með, hérna, flottu jakki, hérna, sko, fram. Maður sjá, ég verð að finna textana þessu. Ég aldrei kunna textana, ég hef aldrei kunna textana. Ég vil að maður hvað það væli. Maður sjá þetta, þannig þetta. Ok. You are the sun, you are the rain, keep falling on me, never get enough. You are the sun, you are the rain, keep falling on me, never get enough. You are saying you are leaving, I don't know why you're coming in my arms. You are saying you are leaving, I don't know why you're running out on me. Come on, baby, let's forget about the truth. Try to set my mind on something, oh yeah. Don't try to change me, don't try to change me now, yeah. Oh yeah, oh yeah. You are the sun, you are the rain, keep falling on me, never get enough. You are the sun, you are the rain, keep falling on me, never get enough. Come on, baby, let's forget about the truth. Try to set my mind on something, oh yeah. Don't try to change me, don't try to change me now. Come on, baby, let's forget about the truth. Try to set my mind on something, oh yeah. Don't try to change me, don't try to change me now. Það held ég, glæsi gott.
Maður sjá nú ætla ég að kíkja hérna eins á kommentin. Já, gaman að kíkja á kommentin, maður. Ætla að kíkja svona, þið alltaf að suða eitthvað í mig svona, senda eitthvað svona, nei. Eitthvað svona, en svo mamma líka að horfa á, sko. Halló mamma, hæ, sko, nei. Hérna, ég rugglast alltaf, maður, hérna. Maður sjá. Sko, hér nú bara verið að biðja, sko, flottu jakki með Björgvin Frans. Það nú bara, þú veist, why not, sko. Kannski, þú veist, Björgvin farinn! Það nú gaman. Maður sjá, byrjum við. Ertu ekki með Slipknot cover? Þetta bara brjála góð hugmynd. Hérna, höfum það. Jólastönd. Þetta var jólalag sem ekki komið út ennþá með Slipknot. En maður sjá. Mér finnst rigningin góð sem Egill Ólafsson. Þetta er það sem kemur fyrir þegar ég einhverstaðar. Þá ég ekki bara beðin óskalög, ég beðin að syngja þau sem ykkur annar en ég sjálfur. Grín verð ég með laddatak. Svo mikið grín. Já, og ég segi ekki fæn, ég get ekki. Þetta fullt af skemmtilegum hugmyndum hérna, þið eru skemmtileg. Nú líka allir farnir að kommenta alls konar lið hérna, sko. Torfi mættuð, maður. Torfi, það enginn eins og Torfi, maður. Maður sjá. Já, mér finnst rigningin góð sem Egill Ólafs. Abosei, hósið að gráta. Alveg eins og ég. Abosabudei. Halló. Abosei. Abosei. Hósið að gráta. Það að gráta. Alveg eins og ég. Abbo, það eru tár. Það eru tár á rúðunni. Sem að leka svo niður veggina. Abbo, sippo, nabbo, halló Kalli, halló Bimbo, halló Uppu, namjó, hórengi, kjóabli, babbli, sibli, babbli, bey. Takk fyrir. Maður sjá. Sko, hér að koma fullt af skemmtilegum hugmyndin, sko. Hvað með faðirvorið sem þú? Þetta mjög í anda þess sem hefur verið beðið hér áður. Þetta bara allt og líkt atriði, þannig að ég held ég sleppi því. Erum við að fara með faðirvorið? Syngja það kannski. Maður sjá. Ég til í Björn Jörund að syngja ég á líf, segir Erling, sko. Það var nú einhver að taka vínið af Erlingi, sko. Hann búinn að drekka allt of mikið, sko. Heldur þú, Erlingur, sé bara eitthvað grín, sjó, bara verið að gera grín af málrómi og þetta syngja einhver glötuð lög með einhverjum skallapoppara. Já, með andarinlag Capo þarna. Sjáðu þið þarna, það svona, örugglega þarna á borðinu. Já, það eitthvað að redda því séð. Nú hlaupaði tæknimennir alveg hreint svoleiðis. Þeir eru svo flottir hérna hjá streyma.is. Má sjá, ok, prófum, má sjá. Ok, fyrir ekki, það tekur mig smá tíma að fara inn í Björn Jörund. Nei, ekki, bara hérna, nei, sko, svona í eftirhermuna, sko, það tekur tíma, sko. Ok, ok, nei, þetta er ekki svona. Nei, þetta er ekki þarna, byrju. Mi. Svona upphittun, bjössa upphittun. Ok. They stole it from us. Malprecious. The habits. Nei, þetta er bróðir hans. Þetta er ekki Björn Jörundur. Þetta er bróðir hans Bjössa. Ok, byrju, prófmatur. Hérna, ok.
Já. Nei, þetta er alltaf djúpt fyrir hann. Ég á líf, ég á líf. Hef hér erfið leikat svíf. Ég á líf vegna þín. Þegar mótið mér blæs. Nei, þetta er ekki gott. Þetta er eiginlega ömurlegt atriði. Skammastu þín, Erlingur. Má ég sjá. Ok, sko, nú er ég bara að missa mig í þessu. Þetta er bara mjög gaman. Við verðum hérna... farið ekki langt. Ég verð hérna með ykkur í allt kvöld. Farið ekki langt. Ég elska þegar Björgvin er að tala, þú veist, á Stöð 2, kynna hvað er næst í sjónvarpinu. Af því að hann fer svona alveg onni í mækinn. Þú veist, það er búið að splitta þannig, þetta er alltaf leið, sko. Svona, farið ekki langt. Því ég réttaði eftir stórskemmtilegi tónleikar með Björgvini Halldórsinni á Stöð 2. Þú veist, þú geggjar hann. Farið ekki langt. Því ég réttaði eftir lokaþátturinn af Game of Thrones. Jólin eru einfallega skemmtilegri á Stöð 2. Þú veist, þetta er ógeðslega töff. En það er alveg hægt að miskilja þetta og ofgera þessu. Það er einhver gæi til dæmis nýr á Reykjavíkurflugvelli sem heldur hann sé Björgvin Halldórsson. Hann fer alveg onni í mækinn, svona, einhvern veginn. Nema hann kissir ekki bara mækinn, heldur gleipir hann algjörlega, svona. Já, þú veist, góði farþegar hann niður til Akureyrar Vinslalandsgangi hlið númer 4 hljómar ekki svona. Og það hljómar heldur ekki, góði farþegar hann niður til Akureyris Vinslalandsgangi hlið númer 4. Það hljómar ekki svona heldur. Heldur hljómar það svona. Þetta er ekki svipað, þetta er alveg eins, trúið mér. Já, allavega. Má ég sjá. Please. Svo, ok, nú kemur hérna einn alveg búinn að taka allt og mikið af einhvern lyfjakokteil og drekka rauðvín og niða. Gústi Gums. Þetta er alveg típist Gústi, sko. Hann er að segja hérna, please, stál og hnífur með golfum. Ég veit ekki alveg hvernig golfum syngur. Ok. Rabbits, they stole it from us. Rabbits stole it mitt, my own shine, my precious. Hann kemst ekki lengri inn í lagið af því að hann var bara svo upptekinn að þetta væri hans merki. Stálur niður að merki mitt, my own, my precious. Við erum komin í ykkur að balva að þvæli þetta. Sko, herðu, tökum bara eitt partíslagara núna, ég held það. Hvernig er staðan á okkur, Jón? Er allt í góðu? Eigum að setja einn vinning í loftið? Einn vinning. Mér langar til þess að veita verðlaun núna. Eru þið ekki að rúlla svolítið myndunum á skjánum? Já, þeir eru að rúlla myndunum á skjánum. Þetta eru skemmtilega myndir. Mér langar til að veita verðlaun fyrir jólalegustu fötin. Var það ekki? Það var jólalegusti búningurinn. Við vorum búinir að það voru nokkri sem komu sterklega til greina þar. Og Jón, hann er að koma með umslagið. Á meðan hann kemur með umslagið, þá ætla ég að spila umslagalagið. Ég sé ekkert hvað stendur, já, ekkert hvað stendur. Já, herðu, þetta er aðalgægin, sko. Þetta er Maggi Theo sem var að næla sér hér í glæsilegan vinning. Þetta er gjafabréf úr Egilshöll, það er að segja Keiluhöllin í Egilshöll. Hann getur bara labbað þar inn, ég á þetta, ég má þetta, ég er að fara í Keilu fyrir 10.000 krónur gjafabréfið mitt. Gefið honum gott klapp. Já.
Maggi hann vann vinning, já, 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 Maggi hann vann vinning, já, 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 Maggi hann vann vinning. Maggi Theo, þú tjekkar á þessu, Hér ég að fá svona hláturskalla, það allt í lagi. Einar hló upphátt, skrifar Magnús Sveinsson. Hérna, nú skulum við taka eitt partílag saman. Ok, það er samt að ná í bassatrómmuna fyrst, bíði. Já, ef ég sé með bassatrómmu þá sé stuð. Þannig að, ég allir flæktur hérna. Ok, ekki allt í lagi sitja svona strákar? Ok, þið heim í stofu, hafið þið skoðun á þessu, vil ég setja komment á YouTube, má ég sitja? Eða þarf ég að standa? Má ég sjá. Erling bara rífa kjafta, hann segir bara, ekki nóg að Maggi vinni alla Facebook-vinninga sem boðni eru og svo þetta líka. Þetta þú veist, ég náði Erling mjög vel með þessi hana. Sjá. Þið megið endilega setja inn komment. Má ég sitja svona? Eða þarf ég að standa? Finnst ykkur það betra? Hér kemur partílag. Ég sá hana í horninu á Mánabar, hún myndi mig á brenndu líf. Ég skellti krón í djúboxið og ekkaði vel í því. Hún þagði bara og lakkaði á sér neglurnar og þóttist ekki taka eftir mér. Í hægðum mínum labbaði ég að borðinu og sagði hátt. Já, mér langar bara til þess að pinpointa hérna lítið atriði. Þetta fjallar sem sagt mann sem labbar í hægðum sínum. Og hann rosa hissa á því að Sigga Beintens vil ekki fara með honum í bíl. Þú veist, ekki nóg með það að hann labbi í hægðum sínum, heldur og sagði hátt, segir í kvæðinu. Komdu með! Ég bið þig! Komdu með! Og lofaðu að þú segir ekki nei við mig, því trúðu mér, ég dái þig! Það eina sem skiptir máli. Fyrir utan að ég búin að drulla á mig. Þú og ég. Sigga náttúrulega finnur lyktina á honum strax og segir þess vegna. Hei, gaur, verð ekki að plata mig. Ég fer ekki upp í bíl með hverju sem er. Þannig að skulum syngja þetta saman með þetta í huga. Ok. Komdu með, ég bið þig. Komdu með, ég bið þig. Ég vona að þú segir ekki nei við mig. Því trúðu mér ég dái þig. Það eina sem skiptir máli er þú og ég. Ok, ég klikkaði henni. Ég var búin að gleyma að ég væri svona einn fyrir náttúrulega kameru. Núna eiga stelpurnar nefnilega að syngja næsta kafla. Og þið verðið að syngja hátt heima, svo það heyrist ekki í mér. Ok. Þið kunnið þetta. Alla stelpur á heimilinu syngja hátt og snjátt. Verstu ekki að plata mig. Þú ert bara að lota mig. Ég er ekki eins og allar stelpurnar sem var eitt í bíla með hverjum sem Þá komið að því sem allir á að beðið eftir, stelpurnar ætla að syngja. Þetta var við þökkum Magnúsi Hlín í kærlega fyrir þessa kynningu. Magnús Hlynur uppáhaldsfréttamaður minn. Það alveg sama hvað gengur á í samfélaginu. Hvort það eitthvað svona, einhverja fúlar forsetakosningar út í heimi. Hvort það hérna bara jarðskjálfta hætta, einhver snjóflóða hætta. Alltaf skal Magnús Hlynur vera á svæðinu með brakandi fréttir frá Selfossi. Og þú veist að það má ekki vaksa gúrka einhvers staðar í einhverjum garði, sko. Þá hann mættu bara
Dansflokkurinn á Selfossi búinn að vera að æfa stíft síðustu daga. Þau hafa verið í góða önn að klára að æfa gömlu dansana þegar skyndilega fættist ein geit á næsta bæ. Geitin var að sjálfsögðu skýrð í höfuðið á dansstjóranum og heitir því Höskuldur. Og við ætlum að ná að tala þessari geit. Nún ert þú geit eða það ekki? Já. Við þökkum geitinni Höskuldi kærlega fyrir og sjáumst bara aftur í næsta fréttatíma þar sem ég ætla að ná tali af 2 hundum sem eru ósáttir í sambúð. Ok, koma svo strákar hérna. Strákarnir ætla að syngja hérna. Nei, það voru ekki strákarnir, það voru stelpurnar sem ætla að syngja, fyrirgefið. Ok. Verstu ekki að plata mig. Þú ert bara að nota mig. Ég ekki eins og allar stelpurnar sem Ok, nú eru það strákarnir og strákarnir, þeir gera þetta þannig að það er mjög gott, strákarnir eru eitthvað feimnir að syngja og svona fáum ykkur bara eitt sjús svona og svo nuddið á okkur hnið eins og Kristján og það er gott að gera svona uppbytunaræfingu sem er svona njö það er mjög gott njö svona strákar, nei, þetta er alveg upp í höfuð njö, má þeirra Nei, alveg upp í höfuð, strákar, hérna, svona, njö! Já, þið lærið þetta. Ok, og sjá, og líka mjög gott að breyta sérhljóðum. Svona, allir klassíski söngvarar þeir gera þetta, þú veist, verður svona ufslun í. Indir hói humraber, svona leiðis. Þannig að prófum þetta bara. Koma. Komdu með, ég bið þig, komdu með, ég bið þig. Þú segir ekki rauðið mig, ég hóðið mér lóðið þig. Eina sem skiptir máli þó ég. Það verið nýstur á sviði mitt úr pippinum. Hvernig er það? Er komin einhver annar gestur í salinn? Er það málið? Eða hvað er það? Hann er kominn, hann er mættur. Já, við ætlum ekkert að fá hann strax. Það er svo gaman hjá mér. Prófum að syngja þetta einu sinni enn saman allir hérna. Komdu með, ég bið þig, komdu með, ég bið þig. Ég vona þú segir ekki nei við mig, við trúðum mér í dáið þig. Það eina sem skiptir máli þú ég. Þetta var allt of mikið. Það held ég brjálu fagnalæti heima. Það held ég glæsi gott. Ég þarf að segja ykkur eina sögu núna. Málið er að, þú veist, það er svo gaman þegar maður er að spila fyrir fólk og svona. Það er alltaf einhverjum svona típur. Þú veist, það er ein rauðvínskelling svona. Þú veist, nei, er þetta ekki þarna, er þetta ekki þarna Siljósarði, þarna Högni Hjaltalín, er þetta ekki hann? Þú veist, Söngi og Líf þarna, er þetta ekki hann? Sko, og svo er, þú veist, eitt óskalega skrímsli, það er alltaf einn, spilar eitthvað með Bubba. Og svo er uppáhaldið mitt, það er Simmi. Sjá, Simmi, hann er út allt, hann vinnur hjá ykkur líka, Simmi. Simmi, þetta er svona gæi, þú veist, ég hitt hann oft bara, þú veist, á svona, já, á pöbbunum þegar maður er að spila eða á balli, þorrablótum, þú veist, það er Simmi alveg í essinu sínu, sko. Þú veist, og hann segir ekkert nema nafnið sitt, hann er svona svo Pokémon karakter, þú veist, svo Pikachu, og svona, þú veist, Simmi er alveg eins, hann segir bara, hei, það er Simmi, það er Simmi.
Já, hvað segir, heitir þú Simmi? Nei, ég heiti Höskuldur. Já, bara spá hvort þú gerir ekki talað Simmi. Hvað segir þú? Hvað þú talaði Simmi? Ég var látt ekki svona, hvað þú talaði Simmi. Svo segir hann ekkert, hann hefur ekkert að segja þessi gæi. Heldur hendur tekur hann sér bara svona, hengir allan þungan svona á öxlina bara og fer að slefa upp í eyrun á mig svona. Jó, spá hvort þú gerir ekki talað Simmi. Ha? Ætli ég kom að talaði Simmi svona, eitthvað svona. Og svo bara, þú veist, fer ég bara öll pása mín fer í þetta. Svo fer ég upp á svið aftur, æðislega rein eyru, einhvern veginn, eftir allt slefið. Og einu sinni, þetta sönnsaga, þá var ég að spila á balli. Ég var að spila á balli, ég ætla ekki að segja hvar. Þú veist, þetta var bara Hvammstanga. Og nei, Höfn í Hornafirði. Nei, ég ætla ekki að segja ykkur það, alveg rétt. Og þetta var svona þorrablót. Ég var að spila lag sem þið þekkið öll vel, sem hljómar einhvern veginn svona. Þið kannist við þetta, ekki? Ég er bara að spila þetta lag, þá kemur svona Simmi, alveg fremst, og hann fyrir svona öskra ekki á milli laga, heldur milli setninga. Bara, hei, talaði Simmi! Og ég bara einhvern veginn, lífið er yndislegt, hei, talaði Simmi! Það ég að byrja, hei, talaði Simmi. Og ég er að segja ykkur, þetta var bara eins og bakrödd í laginu. Þetta var eiginlega svona, og ég sá það allt unga krátið, það hópaðist í kringum mannin, held þetta væri einhver frægur rappari, eitthvað, herra brauðsneið, eitthvað, og þetta var svona eins og remix, þið veitir bara svona. Lífið er yndið, hei, talaði Simmi, það ég að byrja, hei, talaði Simmi, talaði Simmi, talaði Simmi. Húló, talaði Simmi. Lífið er yndið, hei, talaði Simmi, talaði Simmi. Ef við kannski að taka þetta lag? En það ekki? Við veit þér til að taka þetta lag. Hvernig væri ef við fengjum orginalinn til þess að taka þetta lag? Eru þið til? Ég sagði, eru þið tilbúin? Góðu gestir, hann er kominn alla leiðina frá Mosfellsbæ. Nei, hvað býrðu áttur? Hreimur, gefu honum gott klapp! Takk fyrir, Eyþór. Ég hefði ekki þurft að fá greitt fyrir kvöldið. Takk fyrir skemmtununa, þetta var stórkostlegt. Ég tek bara frá það sem þú hættir. Árið 2001 og þjóðhátíðin var að skella á með Mallorca veðri. Þetta var lagið. Á þessu ferðalagi fylgjumst við við eigum örlítinn vonaneista fyrir hvort annan. Í ljósum mánaskinni veljum við stund og segjum ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir því ég væri ekkert án þín. Og myrkrið hverfur því að lífið er yndislegt. Sjáðu, það er rétt að byrja hér. Lífið er yndislegt með þér. Blikandi stjörnur skína himninum á. Hún svarar, ég trúi varla því sem augum mín sjá. Og segir, ég gef þér hjarta mitt á skilyrðislaust. Ég veit að þú myndi klífa hæstu hæðir fyrir mig. Ég væri ekkert án þín. Myrkrið hverfur því að lífið er yndislegt. Sjáðu, það er rétt að byrja
salnum, inn í Herjólfsdalnum. Lífið yndislegt, sjáðu það rétt að byrja hér. Lífið yndislegt með þér. Lífið yndislegt, sjáðu það rétt að byrja hér. Lífið yndislegt með þér. Takk fyrir! Gaman að vera með ykkur gott fólk, gaman að vera með ykkur, að koma sem leynigestur. Höldum bara áfram með þjóðhátíðarstemninguna. Fyrst erum hérna. Þetta var þjóðfélagi árið 2008 og lagið heitir Brim og Boðaföll. Sól, lýstu mína leið, svo logi sundin blá og leiðu mig til þín. Í nótt, leiðin verður greið, við leikum lífið á, því ég verð senn á leiðar enda komin þessa leið. Einfaldlega til að segja þér, án þín ég bjargarlaus í neyð. Ekki þegar þú ert hér hjá mér. Fyrst augum á þig leit, innra með mig fann að eitthvað snerti mig. Og þá, og eins vel nú ég veit, að Brim og Boðaföll, þau gætu ekki stöðvað okkur komin þessa leið. Einfaldlega til að segja þér, án þín ég bjargarlaus í neyð. Ekki þegar þú ert hér hjá mér. Svo nú, nóttin lagðist inn og breiðir út sinn fann. Þú brosir til mín eins og í fyrsta sinn. Lífið byrjar hér inn í Herjólfsdal. Ég komin þessa leið, einfaldlega til að segja þér, án þín ég bjargarlaus í neyð. Ekki þegar þú ert hér hjá mér. Ég komin þessa leið, einfaldlega til að segja þér, án þín ég bjargarlaus í neyð. Ekki þegar þú ert hér hjá mér. Ekki þegar þú ert hér hjá mér. Takk fyrir, takk fyrir. Já, ekki rétt að ég bara færi ykkur aftur á þann stað þar sem ég var á þegar ég byrjaði í þessum blessaða bransa. Árið 1997, fyrir 23 árum síðan, kom þetta lag út. Lagið samið hljómborðsleikara sveitarinnar sem var þá afskaplega góðu formi og ég samdi þennan kafla skipta líkama þar sem hann velti blómavösum með sixpackinu sínu, en það var hann einsi og það byrjaði einhvern veginn svona. Farðu frá, ég sé þig nú í nýju ljósi á annan stað. Ég vil ég væri allt annan maður eins og þú og fullkominn í alla staði. En farðu frá,
Ég ætla að byggja mig með hraði, vertu átrúnað, góði minn. Kafla skiptu líka minn, með sexapíls og fullkomin. Ekki lengur leti líf, ég ætla verða alveg eins og þú. Og eiga áhorfendur sem að bíða í röðum á eftir þér. Við slef og pumpa í svitabönd, vertu átrúnað, góði minn. Kafla skiptu líka minn, með sexapíls og fullkomin. Ekki lengur leti líf, ég ætla Bróðir laðast á mig, bróðir vil ég alveg eins og þú. Kann að skipta línur, ég ætla verða spegilmyndin þín. Bróðir laðast á mig, bróðir vil ég alveg eins og þú. Kann að skipta línur, ég ætla verða spegilmynd og alveg eins og þú. Og eiga áhorfendur sem að bíða í röðum á eftir þér. Ég slef og pumpa í svitaböndum og seinna meir. Þegar ég orðinn vöðvastæltur í myndina þér. Styrkist þú ert út úr pælda átrúnað, góði minn. Kafla skiptu líka minn, með sexapíls og fullkomin. Ekki lengur leti líf, ég ætla Bróðir laðast á mig, og bróðir vil ég alveg eins og þú. Kann að skipta línur, ég ætla verða spegilmyndin þín. Bróðir laðast á mig, og bróðir vil ég alveg eins og þú. Kann að skipta línur, ég ætla verða spegilmyndin þín. Eitt í viðbót. Já. Ég elska þau líka. Team running, baby. Já. Ég þekki allt þetta fólk og ég hef afgreitt vöruna þeirra. Ég held alltaf að ég væri gíramaður en ég er bergermaður. Ég áttaði mig á því núna. Ég vissi ekki að ég væri bergermaður bara fyrir akkurat núna. Ég var að hugsa þetta þegar ég fór á heimann að farin hérna dimmer hjá mér og ég er með berger. Ég þarf að fara inn í running á mánudaginn og ræða við hann Frans og fá nýjan dimmer. Meira dimmer grína! Ok, allt í lagi. Hörru, sko, þegar ég lagði af stað að þá í þessum hríðarbil að þá var ég meintur á það að það er fyrsti aðventu á sunnudaginn, þannig að ef að segja þetta sleppi. Hamingjan færist yfir mig. Ég finn að jólin að koma. Ég hlakka alltaf mikið til. Ég vil það gæti orðið svona. Þið gætu fengið pakkaflóð ef þið eru góð. Biðjið mig meira, eruð alveg óð. Þið gætu fengið allt sem þið vilduð. Eins og risastóra jólapakka. Það að koma jól. Gefðu mig jólasnjó í minn jólaskó. Ég bið ekki meira, það allt sem ég vildi. Jólasnjó í minn jólaskó. Haldum undir ökkundana því jólin að koma. Jólasnjó í minn jólaskó. Ég bið ekki meira, það allt sem ég vildi. Jólasnjó í minn jólaskó. Haldum undir ökkundana því jólin að koma, já. Komin í klikkað jólaskap og snjókorn falla niður af himnum. Mér dreymir hvítan snjó og krab. Og pakkar hrynja glugga minn. Ég lagðist í stofuna að skoða pakkana. Ég hlakka alltaf til jólana. Þið gætu fengið allt sem þið vildu. Eins og risastóra jólapakka. Það að koma jól. Gefðu mig jólasnjó í minn jólaskó. Ég bið ekki meira, það allt sem ég vildi. Jólasnjó í minn jólaskó. Þið mundu ökkundana því jólin að koma. Jólasnjó í minn jólaskó. Ég bið ekki meira, það allt sem ég vildi.
jólasnjó í mín jólaskó. Höldum undir okkur dalandi, jólin að koma, já. Ágætir! Það alveg ágætt sko, þetta rauninni, það ekkert víst í fá að spila þetta lag, þú veist, opinberlega mjög oft fyrir jólin. Þannig að þú veist, maður nýtir alla sjansa sem maður hefur. You better watch out. Ok, hérna, eitt óskalag á sal áður en ég ekki svæðið. Eitthvað? Enginn? Reymur. Við skulum tökum óskalag á sal. Ok. Það ekki? Við viljum að taka óskalag, þið skrifið í komment óskalag. Og að því að það er smá senkun, þá þarf ég að svona drepa tímana þessum meðan. Sjáðu hérna, Reymur, hvað þú ert búin að gera? Það er allt kolvittlust. Sjáðu hvað þú ert búin að gera? Já, sjáðu hvað þú ert búin að gera. Það er allt kolvittlust. Liðið er bara allir komnir úr fötunum og það er alltaf verið að brjála þarna. Og svo er sko, menn eru fannir að rífast. Nei. Jú, sjáðu þið, hvað þú sjáðu þetta? Þú verður að sjá þetta, sérðu. Menn eru fannir sko, Go Berger. Nei, Berger sko, Team Berger. Ég er hittnastur af Gerber. Þú veist. Jú, menn eru samt að rífast svona alls konar svona, þú veist, að því að þú startaði líka fæt, það er einna ofar, þá eru menn að rífast alls konar svona rafmagnstótt. Þú startaði einhverju fæt á þann. Já, ég veit. Þú veit alveg ótrúlegur, sko. Maður sjá, Skínstjarnan. Kanntu það? Nei. Ok. Jú, herðu, já, hann meinar Maístjarnan. En kanntu áfram KM-menn? Maður sjá. Er enginn komið með alvöru lög hérna? Dreymir. Reymur. Var ég búinn að segja söguna til samtíð árið 1996. Ég var í FSU, Fjölbrautaskóla Suðurlands og það sem að hinir rángaðingarnir voru alltaf í gryfjunni. Það er svona gryfja. Og úr gryfjunni sáum við upp í matsalinn þar sem að selfisingarnir voru. Og að Magnús Hlynur þar. Sonur hans Svanar, herru. Nema að þar var stúlka, sko. Og ég hugsaði svolítið svona til henni, ég hafði aldrei talað við hana, sko. Og ég sem þetta lag og sem ég var svona að eiga lagið, sko. En ég samti textan, svona að væri að hugsa hana. Í alvöru? Þetta er spennandi. Og Jón Atli, vinnu minn sem að kennir sig við herdoktor í dag, rosa svalur gauður, og hann segir, Reymur, þú verður að fara að spila þetta fyrir hana. Og ég náttúrulega bara, þú veist, 17 ára snati, sko. Það er geðveik hugmynd. Og við náttúrulega fórum bara og böngum upp á og síla kvölds og þar kom hún til dyra og þar stóð ég með gítarinn. Í alvöru? Má ég spila fyrir því lag? Er þetta sönsaga? Þetta er sönsaga. Í alvöru? Varstu 17 ára? Ég var að pissa í mig, sko, akkurat þannig, sko. En já, ég var 16, cirka 17 eitthvað. Og þar bankaði upp á og ég spurði hvort ég mætti spila fyrir hennar lag. Hún sagði já. Þar stóð hún í dyragættina menn ég stóð fyrir framan hann og byrjaði nákvæmlega akkurat svona. Myrkrið fer hverfur úr huga mér þegar þú brosir blítt til mín. Ég dagkvæmt vil hjá þér í ímyndun. Ég ávallt sé það ert þú sem mig dreymir Ég þig elska vil og þrá því mig dreymir allt þig, þína ást og mig dreymir öll mín tár niður vanga þinn og mig dreymir bara þig. Ég vakna yfir þegar mig dreymir þig. Ég vil sjá, ég vil horfa á þig, geta haldið utan þig, því mig dreymir allt þig, þína ást og mig dreymir öll mín tár niður vanga þinn og mig
betur en nú. Ég vil sjá allt betur en nú. Ég vil finna það sem þú. Því mig dreymir allt þig, þína ást. Og mig dreymir öll mín tár niður vangarninn. Og mig dreymir, því mig dreymir. Og mig dreymir bara þig. Bara þig. Bara þig. Bara þig. Bara þig. Já. Takk fyrir mig, elskunar. Geggjaður. Yndislegt að vera með ykkur. Geggjaður. Gefið Hreim gott klapp. Já. Herður Hreimur. Jó. Hérna, eigum við að taka lokalagi saman? Já. Bara ferðalok, eitthvað leys. Já. Til í það. Viltu kapó? Hæ? Viltu kapó? Já, það fyrir eftir hvaða tóntegund þú ætlar að Já, spila. ég veit það ekki ennþá. D. Það vil ég kapó. Já, gerðu svo vel. Eða hálftón niður eitthvað. Hvað er þetta að þetta? Hvað spilað þú alltaf? Áður nú spilar það, sant, þá ætla ég að veita síðustu velunin. Eftir okkar flýtaðir Hreimur. Nei. Það er brjálega að gera. Það fara ásóttíð. Hvað sjá? Sko, við ætlum að veita velun. Það er jólalegasta umhverfið í myndunum hérna áðan. Það er Aldís Arna Einarsdóttir. Það er Aldís Arna Einarsdóttir sem að vinnur þennan vinning. Og hér er fyndnasta jólaskrautið. Það er svo mikið grín. Já, mamma, ég segi ekki veginn. Fyndnast, já. Af því að við erum að hlæja og það er gaman. Já. Sko, mig sem ungur maður langaði svo mikið að geta hemmt eftir latta, eins og þú ert að gera núna. En geturðu hlegið eins og tannlæknirinn í litlu hryllingsbúðinni. Vá, býtum við. Vá, þetta er Hvað það meina? Svo hlæra hann. Manstu? Já. Geturðu það? Hvað það meina? Þessi? Já. Hvað er það? Já, hann kláraði alltaf hérna hlátur og maður strandaði alltaf á. Já, hann fer svona, já, alveg. Já, alveg rétt, ég get hann ekki. Nei, nákvæmlega. Nei. Ég er búin að vera í 20 ára að reyna að æfa með það sem hann var að gera núna. Já, ok, frábær. Ég er farinn. Herðu, geggjað maður. Þá voru ekki búin að viðta velunin. Sagði ég aldrei nafni á þeim sem vann fyndnasta jólaskrautið? Nei. Þú mátt ekki trufla mann með ADHD. Það er Hanna Sig. Hún er búin að hanna sig. Hanna Sig, 69. Hún hannaði fyndnasta jólaskrautið. Ok. Herðu, ég er búin með alla aulabrandarana í bókinni. Spilaði Jæja Ding Dong. Kanntu það? My love for you is fine and strong. Nei. Ég er spenntur. Það var gaman. Besta við að COVID kom, að Að þú þurftir ekki að læra þetta. Að við þurftum ekki að sitja yfir svona 1000 partíum þar sem að var einhver wise guy í partíum sem sagði Spila Jæja Ding Dong! Þú veist hvað ég er að tala um hana. Það er sami gaur og sagði talaði sem mig. Það er nákvæmlega sami gaur og sagði talaði sem mig. Talaði sem mig. Herðu, frábært að vera með ykkur. Takk kærlega fyrir mig. Takk Hreimur. Það er gaman að spjalla við einhvern. Og hérna... Ég var að taka þetta hér. Já. Farið varlega. Völlur græn og vetur flýr og Ég sé okkur allt inn í hérna á skjánum, Hreimur. Þetta getur eins og okkur 80s myndband.
það sem svona stjörnur í bakgrunn og ég svona í frontinum og þú svona fyrir aftan. Það vantar einhvern síðaran með saxofón líka. Getið þið redda viftu? Það væri geðveikt ef að tjöldin var svona blaktandi. Og ég bara, meðan þú byrjar þá skal ég bara vera hér. Bara. Hello, is it me you're looking for? Eitthvað svoleiðis. Það vantar bara leirhausinn hérna. Jón, getur þú komið að vera í leirhaus? Nei, herru, ég ætla bara að hætta. Þetta starfheiti. Jóhann, Leirhaus Árnason. Þú finnum mig á já. Jóhann Leirhaus. Byrjum að byrja í. Ok, svo mikið grín. Völlur græn og vetur flýr og vermir sólin grún. So this is Christmas. Þá kem ég heim og hitti þig, veðja á þér alla stund. Vilt þú taka næsta? Við byggjum saman bæ í sveit með honum Magna í á móti sól. Hann frábær smiður, þar ungu læfi landi mitt mun ljá og veita skjól. Sól slær sig í auga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveim, því ég komin heim að ferðalokum finn ég þig sem mér fagnar höndum tveim. Reimur, hvar ertu? Ég komin heim. Ertu komin heim til þín? Já, ég farin heim. Varstu búinn að heyra söguna því, Reimur, býtu? Þetta minnir mig á sögu. Varstu búinn að heyra söguna því þegar Engibert Jensen var fenginn til þess að koma og syngja á einhverju balli og svo var hann að syngja á ballinu og svo þegar hann var búinn að syngja, sko, hann var alveg dauðþreyttur, nennti ekkert að syngja lengur, sko, og fór bara og það var brjálað uppklapp, brjáluð stemning, maður. Liðið búið að klappa hann upp bara í fleiri mínútur, maður. Og þá kemur einhver og segir, þú verður að taka aukalag. Hann bara, ég nenni því ekki, alveg orðinn dauðleiður á þessu. Þú verður að taka aukalag. Þú ert ekki búinn að taka bláu augun þín. Þú verður að syngja bláu augun þín. Kallinn, hann fór inn með úlpuna með sér og söng bláu augun þín og meðan hann klæddi sig í úlpuna og mjög eftirminnilega renndi henni upp í lokatónunum eða og út. Ok, takk þú hérna. Sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveim, því ég fór heim með reim. Ferðalokum finn ég þig sem fagnar höndum tveim. Ég komin heim. Já, ég komin heim. Ég komin heim. Við farnir heim.
Björgvin Frans, takk kærlega fyrir okkur.